Sigurjón Kjærnested, háttvirtur 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, tekur til máls. Virðulegi forseti, ég þakka málsflytjanda fyrir umræðuna og hæstvirtum ráðherra Önnu Birnu Kristjánsdóttur fyrir skýr svör. Í fyrsta lagi varðandi þessar ásakanir að trúnaðargögnum hafi verið lekið frá innanríkisráðuneytinu, þá hefur ekkert komið fram sem að í alvöru sýnir fram á eða bendir til þess að svo hafi verið. Þannig að mér er óskiljanlegt hversu vel þessi umræða endist og í raun það til marks stjórnarandstöðu að leita sér einhverju að tala Í öðru lagi þá einn mikilvægur punktur annar í þessu umræðu sem langar að koma inn á. Af hverju eru þessi gögn trúnaðargögn? Á Norðurlöndunum eru niðurstöðum í málefnum hælisleitenda opinber á sama hátt og niðurstöðum í dómsmálum. Það er mun gegnsærra, mun betra fyrirkomulag og í raun mun eðlilegra á margan hátt. Í þriðja lagi þá vil ég koma inn á áherslur ríkisstjórnarinnar vegna breytingalögum um útlendinga. Það eru í raun ekki flóknar og algerlega til bóta og ættu ekki vera umdeildar. Það er verið að fara norsku leiðina þegar kemur á móttöku og seinna aðlögun alla innflytjenda. Það sem þeir eru á margan hátt til fyrirmyndar. Það á auka gæði, stytta tíman og einfalda til muna, móttöku og meðferð hælisleitenda. Þetta eru góðar breytingar sem ég vona að allir styðji. Að síðustu þá vildi ég koma inn á almennt hvernig hagsmuna innflytjenda gætt, þess að nú erum við að tala hluta af þeim, við erum að tala hælisleitendur. Hér á Íslandi eru ekki starfandi nein heildarhagsmunasamtök innflytjenda. Ég vil nota þennan vettvang þessu umræðu til þess að hvetja til þess að slík samtök verði stofnuð, þess að þau geti gert mikilvægu hlutverki eða vernda hagsmuni allra innflytjenda og þeirra sem vilja gerast innflytjendur á Íslandi, hælisleitenda sem annar. Háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson, tekur til máls. Virðulegi forseti, ég vil nú byrja á að taka undir síðustu orð seinasta háttvirts þingmanns Sigurjóns Kjærnested það væri fínt að fá hagsmunasamtök fyrir innflytjendur og sérstaklega hælisleitendur. Því að það vantar hér á Íslandi, það er ýmis pottur brotinn hér. En hvað varðar spurningu háttvirts þingmanns það hvers vegna þetta eru trúnaðargögn, þá er svarið raun og veru einfalt. Þetta varðar friðhelgi einkalífsins, þetta varðar persónuleg gögn, það munur á gegnsæi hins opinbera og friðhelgi einkalífs þegnanna og auðvitað bara fólks almennt. Þess vegna heitaði þau mannréttindi en ekki ríkisréttindi. Þannig að það er ástæðan fyrir því. Og sömuleiðis vil ég benda á það að meðferð trúnaðargagna í dómsmálum ekkert klippt og skorið, það ekkert fullkomin sátt það að þau eigi einfaldlega að vera opinber. Það síður nú svo.